Norðmenn hafa meira en 100 ára reynslu í þessum efnum. Tengsl þjóðanna eru rækin, löndin 2 skoðuð og farið á sagnaslóður Íslendinga í Noregi. Umsjón hefur Ómar Ragnarsson. Staðið hér í Dalsfirði hjá styttuna af fyrsta íslenska landnámsmanninum. Þá er vel að ímynda sér að hér hafi Ingólfur Arnarson einmitt staðið fyrir 1120 ára rúmum, horft til lands og síðan til hafs og sagt: hér er mér ekki vært lengur, það er þröngt um mig. Ég ætla út til nýfundnu eyjarinnar í hafinu til þess að nýta hana. Og þangað fór hann, og söguna sem á eftir kom þekki allir. Út við lek hefur hann líklega sagt. En síðan er vel hægt að ímynda sér að rúmum 1100 árum síðar hafi forstjóri Norsk Hydro staðið hérna, litið yfir landið og sagt: hér er orðið alltaf þröngt um mig. Mér er ekki vært hér lengur, ég fæ ekkert að gera. Ég fer því út til eyjarinnar í Atlantshafinu til að nýta hana. Út við lek. Já, það eru mikla líkur á því að Norðmenn kunni að nema land á Íslandi öðru sinni ef samningar nást við Norsk Hydro stórvirkjanir á víðernunum norður af Vatnajökli. Dimmugljúfur á Íslandi, Geirangursfjörður í Noregi. Norðmenn og Íslandingar eru líklega sammálum að lönd þeirra séu þau fallegust í Norður-Evrópu. Og samanburður á Íslandi og Noregi og frændþjóðunum tveimur er nytsamlegt og skemmtilegt viðfangsefni. Leiðir í ljós að það er miklu meira líkt með þessum tveimur löndum, landshögum og menningu en við höldum. Og það er 1100 ára hefð fyrir því að reynsla Norðmanna nýtist á Íslandi. Eitt elsta dæmi slíkt er Gulaþing. Þegar Íslendingur kemur á þennan stað, þá er eiginlega viðeigandi að taka á hann höfuðfatið. Því að hér erum við á þeim þingstað sem var fyrirrennari alþingis okkar sem við erum svo stoltir af Íslendingar. Þingvellinir stendur þarna á skiltinu, en ef við förum síðan heim á Þingvellin á Íslandi, þá sjáum við að Norðmenn fluttu fleira en lög til Íslands, líka virkjanir. Þetta er elsta virkjun á Íslandi sem vitað er Öxarárfoss á Þingvöllum. Þegar Alþingi var sett hér á stofn, þá þurfti vatn niður á vellina og menn leystu það mjög einfaldlega. Þeir tóku Öxará sem rennur hér fyrir vestan, beint til suðurs og veittu henni hér til austurs, þannig að hún fjalli hér fram af gjábarminum og niður í Almannagjá. Norðmenn voru hagsýnir og þingstaðirnir í Noregi og á Íslandi voru valdir af hagkvæmnisástæðum, ekki fagurfræðilegum. Þegar menn bera þennan þingstað saman við Þingvelli á Íslandi, þá undrar það kannski menn hvað þetta eru ólíkir þingstaðir. Það stafar að því að menn urðu að velja þingstaðina mestu leyti með tilliti til þess hvernig hann lá við samgöngum. Á Íslandi var suðurströndin haflaus og Þingvellir lágu því miðsvæðis inn í landi á milli tveggja stærstu héraðanna. Þessu var öfugt farið í Noregi, þess vegna var Gulaþing miðsvæðis á vesturströndinni og niður við sjó. Þegar siglt er á Dalsfirði þar sem Ingólfur ólst upp má sjá hvernig staðhættir var ráð mest það sem gerst hefur í sögu Norðmanna og Íslendinga frá upphafi til þessa dags, til dæmis þegar þeir fóru fyrst í landvinninga út til Íslands. Afl fossana hefur vafalaust heilla Norðmenn frá öndverðu og draumur ungra manna að standa upp í stafni og stýra dýrum knerri eins og Egill Skallagrímsson orti. Og Norðmenn eru stoltir af stórbrotinni landvinninga og siglingasögu. Það er glæsileg sjón sem blasir við ferðamönnum sem koma hingað í Björkudal. Víkingaskip við bryggju og fortíðar fíkn, 1000 ára gömul, líður þá sem hingað koma. Það tekur 700 vinnustundir að smíða eitt víkingaskip og þarna hafa verið smíðuð 80 víkingaskip dagana og 400 bátar. En skipasmiðurinn hefur líka lært af meir en 1000 ára gamalli reynslu. Vi bygger de dem stivere eller svagere enn de var bygget for 1000 år siden.
Vi lagar dig starkare och blir så duktig. Ja. Det tror jag är ett ord att säga. Já, byggt á gamalli og nýrri reynslu. Það einmitt það sem við ætlum að skoða þegar við höldum nú í nýja landnámsferð frá Noregi til Íslands, þar sem landnýting og umhverfissjónarmið hafa tekist á í 1000 ár, bæði að forn og nýju. Norðmenn stóðu ekki aðeins fyrir því að virkja á Þingvöllum þegar þeir fóru út til Íslands. Þegar þeir námu land var athöfnin háð þeirra tíðar umhverfismati sem var fólgið þeirri trú að landvættir réðu fyrir landinu. Það yrði að nema land í sátt við vættina og til þess notaði Ingólfur Arnarson kannski öndvegissúlurnar. Straumar liggja vísu þannig að þær hefur ekki getað rekið inn Faxaflóa til Reykjavíkur, heldur líklegra að hann hafi varpað þeim fyrir borð rétt yfir land. En hvers vegna í Reykjavík? Jú, þar réði mat Ingólfs á umhverfinu. Og þegar staðið í sporum Ingólfs hér í Dalsfirði og hort yfir fjörðinn, þá kemur man ekki svo mikið á óvart hann skildi setja stað í Reykjavík. Útsýni hérna mjög svipað. Það hort yfir fjörð, innum yfir fjörðinn fjall sem mjög líkt Esjunni nema það snýr öfugt. Og þar eru eyjar og sund. Þegar Ingólfur sigldi með frá Suðurströndinni og fyrir Reykjanes var Kollafjörður fyrsti staðurinn sem hann kom að, sem var með líkum aðstæðum á Dalsfjörður, góð höfn og gnótt veiði til lands og sjávar. Þetta hefur verið athöfn að láta öndvegisrúðnar reka hér á land. Hann tók landið að léni hjá guðunum. Já. Og hann með heimilisguðina sína skorna á hérna öndvegisrúðnar. Og því þá ekki ímynda sér að hann hafi látið þetta verið landtaka guðina og þeir hafi komið til samfélags við vættir landsins. Í landnámsathöfn sem allsherjargoði stóð fyrir á hálendinu í vor fór hann með texta sem hann segir vera sem líkastan þeim sem vitað til forna. Kveiktir voru 12 eldar í hring. Hann ávarpaði landvættina, umhverfisráðuneyti þess tíma og hafði í huga ábyrgðina gagnvart seinni kynslóðum. Hjálpi mér svo Freyr og Njörður og hinn almáttugi Ás. Lýsi ég staðarhelgi. Lýsi ég blóthelgi. Lýsi ég þinghelgi. Lýsi ég landhelgun á hálendinu öllu og eignarhaldi allarar alþýðu með ám og vötnum, skógum og völlum, fjöllum og dölum, öllum gögnum og gæðum, til nota og nytja, oss til handa, niðjum vorum og erfingum öllum, getnum og ógetnum, skal svo haldast meðan mold og menn lifa. Heyri jötnar, heyri hrímþursar, synir Suttunga, sjálfir ásliðar, hve ég fyrir býð, hve ég fyrir banna, landspjöll öll mönnum, landbrigðir öllum mönnum. Heiti ég sáttum, landvættum öllum, álfum, dísum og máttgum verum. Veri þeir vera vilja, en fari þeir fara vilja, mér og mínum að meina lausum. Skulu allir menn umgangast landið af virðingu og eigi stilla landkostum né valda skaða, en ef valdi þá skulu menn fyrir bæta og svo búa að eigi fælis landvættir við. Haldi jörð griðum uppi, en himinn varði ofan og úthafið allt kring. Og áfram með nýja landnámið. Snæfell gnæfir yfir Kverkfjöll þegar við svífum í átt að Öræfunum norðan Vatnajökuls. Stundum hafa hugmyndir virkjanir jökulsánna þriggja sem falla úr Vatnajökli norðaustanverðum verið kallaðar langstærsti draumurinn, skammstafað LSD.
Þarna gert ráð fyrir 3 stórum miðlunarlónum eins og við sjáum á þessu korti. Þetta undra land sem okkur gefið var. Þetta stórmál. Fjárfestingin samtals alltaf 375 milljarðar eða sem svarar meir en 2 fjárlögum ríkisins. Rætt 2 til 10 milljarðar króna tekjur á rafmagnssölu ári eftir því hve mörg fljótanna verða beisluð, en ferðaþjónustumenn benda líka á möguleika til milljarðatekna ferðaþjónustu á þessu vannýtta svæði. Síðan deilt að hve miklu leyti ferðaþjónusta og virkjanir geti farið saman, eða þá hitt hvort Íslendingar séu að kasta frá sér vannýttum möguleikum með því að skerða stærsta ósnortna víðerni Evrópu og gera það jafnvel að því næststærsta. Skoðum áfram Noreg og Ísland og byrjum í Suðurfirði sem liggur suður úr Harðangursfirði. Það getur verið lærdómsríkt að skoða það land sem líkast Íslandi í norðanverðri Evrópu. Þarna jökullinn Folgefonna. Líka að kynna sér viðhorf þeirra þjóðar sem okkur skyldust og hefur auk þess meir en 100 ára reynslu, bæði í virkjunum og ferðaþjónustu, enda brautryðjendur í heiminum á báðum sviðum. Hér erum við að aka í gegnum verksmiðjubæinn Odda. Og förum svo upp frá bænum Tyssedal, nokkru norðar, upp að fyrstu stórvirkjuninni í Noregi sem gerð var fyrir meir en öld. Hún talin marka upphaf þeirra stefnu í stóriðju og virkjanamálum sem réði ríkjum í Noregi næstu 100 árin eftir hún var reist, eða allt fram undir 1980. Þessi virkjum breytti umhverfuna að vísu ekki stórlega, en áum að tekin úr farvegi sínum myndað uppistöðulón á dal upp á fjallinu og stóriðju komið á fót í byggðunum fyrir neðan. Og boltinn rúllaði hratt næstu áratugina og til skjalanna kom norska stórfyrirtæki Norsk Hydro og nú skulum við koma á þann stað þar sem Norsk Hydro kom fyrst undir sig fótunum. Þetta gömul ljósmynd af frægasta fossi í Noregi eins og hann var áður en hann var virkjaður. Hann bar af öllum fossum á þeirri tíð og gríðarlegu dynur fyllti hrikaleg gljúfri fyrir neðan hann. Fyrir ofan fossin var reist fyrsta fjallahótelið í Evrópu sem enn stendur og var ennfremur fyrsta fasteign Norsk Hydro. Það var ekki ástæðulaust að þarna reisi fyrsta fjallahótelið, því þessi ofurfoss var rómaður sem eitt helsta djást Noregs og má sem dæmi nefna að þegar Frakkakeisari, voldugasti maður heims á sinni tíð, var á ferð í Noregi, var hann boðið að skoða þennan foss. En á árunum 1907 til 1911 var fossin virkjaður. Hér fyrir neðan í svörtu, djúpu og miklu gljúfri er hvít lína sem við sjáum kannski. Það er það sem eftir er að hinum fræga Rjukanfossi, sem var mjög fallegur á síðustu öld og margir komið til að sjá hann. Hann var 105 metra hár eða 2,5 Dettifoss, Dettifoss er 44 metrar og geysileg fegurð í honum og ánni sem byltist hér í gljúrunum. Líklega yrði voldugasta manni heims Bandaríkjaforseta ekki boðið hingað nú. En á móti kemur að virkjun fallvatnanna var öflug vítaminsbrauta fyrir norskt efnahagslíf og ein að undirstöðum nútíma framfara í landinu. Fyrir neðan fossin reis gríðarlegt raforkuver og einnig stórar efnaverksmiðjur. Fólkinu á svæðinu fjölgaði upp í 12.000 þegar flest var. Í verksmiðjunum var meðal annars framleitt þungt vatn og þess vegna gerðu bandamenn miklar og margar árásir á þungavatnsverksmiðjuna í seinni heimsstyrjöldinni og gerð var það fræg kvikmynd með þekktum Hollywood-leikurum. Með þessum ákáfu árásum á verksmiðjurnar var komið í veg fyrir að Þjóðverjar ættu nokkra möguleika á því að framleiða kjarnorkusprengju. Verkfræðingurinn Sam Eyde var stofnandi Norsk Hydro og frumkvöðull framkvæmda þess í Rjukan. Hann var spurður á sínum tíma hvort hann sæi ekkit eftir því að hafa tekið hann að fræga foss og eyðilagt hann. Og hann sagði, ég tók ekki fossin. Hann er þarna ennþá, ég bara leitt hann upp á fjall og þar fellur hann ennþá niður í gegnum rör, landi og líð til gagns. Fólki fjölgaði stórlega í Rjukan þegar stóriðjan kom og nú dreymir marga austfirðingum svipað með tilkomu stóriði á Reyðarfirði sem fái orku frá virkjunum á hálendi Miðausturlands. Ef við ætlum að byggja upp hér framtíðarsamfélag í þessum landshluta, ef við ætlum að tryggja hér góð lífskjör og fólksfjölgun sem er afar brýnt, þá verðum við að færa ákveðnar fórnir. Það er alveg ljóst að virkjunum fylgja fórnir.
Menn verða hins vegar að vega þá að meta hversu þessar fórnir eiga að vera miklar og það auðvitað mat manna hverju sinni. Ég ekki sérfræðingur á þessu sviði en ég geri mér hins vegar þetta alveg ljóst. Fórnir verður að færa. En síðustu áratugina hefur fólki fækkað jafnt og þétt í Rjukan úr 12.000 niður í 7.000 og það einhverjum unga fólki sem flytur burtu. Sömu sögu að segja í Finnmörku í Norður-Noregi þar sem umdeilt orkuver var reist. Félagsleg og menningarleg sjónamið toga fólki til Osloar. Magnús Þór Hafsteinsson ræddi við talsmann náttúruverndarsamtaka i Bergen. På Island blir det ofte argumentert med det at man må ha vannkraftutbygging, man må ha tung industri, rett og slett fordi at et eller annet må gjøres for å holde på folk, hindre fraflytting. Hva erfaringen her i Norge? Erfaringen det at folk flytter uansett, og man flytter i hvert fall, det mange som flytter vekk fordi de får tungindustri, fordi det ødelegger lokalmiljøet. Dernest så det sånn at unge mennesker vil ikke jobbe i tungindustrien, fordi det for mye forurensning, en for drittende arbeidsplass, rett og slett. Og folk trekkes til sentre, og hvis ikke et lokalsamfunn levedyktig uten tungindustri, så blir det i hvert fall ikke noe mer levedyktig med tungindustri. Det erfaringene våre, og det går veldig mye på at hva de søker, rett og slett, i sitt nærmiljø for å leve. De vil gjerne ha en fin natur, de vil ha en sikker arbeidsplass, de vil ha det rent og rimelig pent. De får det i hvert fall ikke rent og pent når tungindustrien kommet. Så man har liksom sett det her at uansett så trekker folk inn til sentrene her i Norge, uansett hva som blir gjort egentlig? Ja, ikke uansett, og du kan si sånn at det bedre å skape allsidige arbeidsplasser, hvor det små arbeidsplasser, gjerne opp til 10 personer, enn store, tunge, som hele samfunnet blir avhengig ut av. Og det har man sett at har vært bedre enn, ja, rett og slett, å kaste seg over og håpe at liksom en bedrift skal være det som redder hele lokalsamfunnet. Dernest må jeg si det sånn at når de bygde denne tungindustrien i Norge, så var jo Norge et slags u-land. Og man bygde demninger, og man kjørte på, og man ødela naturressursene både på fiskerisiden og ellers. Jeg må jo si at jeg forbauset over at Island nå vil ta de skrittene tilbake og bli et slags u-land i så måte. En fylgjendur stóriðju á Austurlandi minna á að störfi í verksmiðjunum við Grundartanga og Straumsvík séu mjög eftirsótt. En aðrir telja þetta ekki marktækt, því að þessar verksmiðjur séu á atvinnusvæði Reykjavíkur og öðru máli myndi gegnum landsbyggðina, líkt og það gerir í Rjukan. En skiptu nú gír. Rómantíkin frá æsku ástum fyrri tíðar viðhaldi fyrir ofan Rjukan með hætti sem við Íslendingar getum kannski lært af. Þar liggur vegurinn sem heitir Marístígur, utan í snarbrattir hlíð eins og svo algengt í Noregi, og á einum stað viðhaldið eldri Marístígnum. Og þar sjáum við fyrirbæri sem algengt í Noregi og byggist á langri reynslu þeirra varðandi það að þjónusta ferðamenn og lokka þá til að skoða landið og merkilega staðið þess. Sérstakur sjóður stendur fyrir þessu, og hvarvetna við norska vegi má sjá aðstöðu fyrir ferðamenn til að setjast niður og borða nestið sitt og skoða stór og greinargóð skilti með upplýsingum þær minjar sem varðveittar á staðnum. Og hér kemur svo sagan sem hægt að lesa þarna. Marístígurinn kenndur við Marí, dóttur fátækra hjóna sem bjuggu fyrr á tíð í koti upp á heiðinni. Þegar hún hitti Ólaf, son stórbóndans niður í dalnum, tókust með þeim ástir og þau hittust á laun í hlíðinni við Rjukanfossinn. Þetta var ást í meinum og þau lögðu mikið á sig þegar þau læddust á þessa ástarfundi. Hún ofan af heiðinni, hann neðan úr dalnum. Hann þurfti að fara yfir fljótið sem beljaði niður í gljúfrunum. Eina nóttina skall á mikið óveður, stormurinn kvein í trjánum og flóðgáttir himins opnuðust. Marí komst við illan leik niður á staðinn við stíginn þar sem þau áttu stefnumótin, en ekkert sást til Ólafs. Og þegar hann kom ekki, hélt hún tilbaka upp í heiðarbýlið. Daginn eftir var farið að leita Ólafs og hann fannst örendur á bakka árinnar fyrir neðan stíginn. Þegar fréttist af láti hans var Marí frávita af sorg. Eina nóttina þegar stormurinn kvein í trjánum og hún og himinin grétu saman, hvarf hún að heiman. Þegar hennar var saknað var farið að leita hennar og hún fannst örend á bakkanum á sama stað og lík unnusta hennar hafði fundist. Ólgandi fljótið hafði að lokum sameinað þau.
Þessi saga vísar til fortíðar sem aldrei kemur aftur og sagan gæti aldrei endurtekið sig því fljótið hefur verið tekið úr gljúrunum sem geyma þögul sögu sína og vitna innreið tækninnar. Víkjum nú til Íslands. Glæsilegar virkjanir hafa risið á vatnasvæði Tungnar og Þjórsár og breyttar landslagi. Sumum finnst Miðlunarlónin hafa gert landslagi fallegri en áður þegar þarna voru bara svartir sandar og hraun. Þetta fallega fjallavatn, Píslavatn á Sprengisandsleið dæmi það þegar orku nýtingarsjónarmið og náttúruverndarsjónarmið hafa mæst á miðri leið. Því þetta vatn mannanna verk. Upphaflega átti að miðla vatni fyrir virkjanina hérna fyrir neðan með því að sökkva Þjórsárverum. Gegn því reis mikil andstaða sem náði hámarki þegar Íslendingar gerðust aðilar að alþjóðasáttmála sem kallað Ramsar-sáttmálinn verndun votlendis. Þá greip Landsvirkjun til þess ráðs að búa til þessa vatnsmiðlun hér. Og margir ferðamenn sem eiga hér leiðum eru ánægðir með þann svip sem þetta vatn og þessi vötn hér, Kvíslaveita, setja á landið. Lyftum okkur nú upp og horfum yfir Þjórsárver, suður á Hofsjökli. Þau eru einhver stærsta gróðurvin hálendisins og þeim hefur verið þymmt til þessa vegna þess að í þeim stærsta heiðagæsabyggð veraldar. Þetta eru hins vegar Eyjabakkar austan Snæfells sem líka eru gróðurvin og þar eru 10.000 heiðagæsir á sumrin. Í togstreitinu Þjórsárver á sínu tíma töldu náttúruverndarmenn sig tilneydda að fórna Eyjabökkum til að bjarga Þjórsárverum. Þessu svæði sem við svífum hér yfir yrði sökkt undir Miðlunarlón Fljótsdalsvirkjunar. Andstaða hefur myndast gegn því en á Austurlandi var þó drjúgur meirihluti því fylgjandi í skoðanakönnun í ágúst síðastliðnum að fara út í þessar framkvæmdir. Framfarir í jarðgangagerð hafa breytt tilhögun, vatnið yrði nú leitt í göngum allarleið út í Fljótsdal utanverðan, en rannsóknir, vegalagnir og breytingar hafa kostað mikið fé og þykir áhugamönnum virkjanir á þessu svæði súrt ef ekki verður hægt að nýta þetta fé. Hér sjáum við helstu atriði virkjunarinnar, 43 ferkílómetra miðlunarlón og einni vatnsmiðlanir með veitum sitt hvorum megin lónsins til að auka vatnsmagnið. Það var margt breyst síðan hér voru uppi fyrstu áformum virkjun. Til dæmis vita við meira núna heiðagæsirnar sem hér eru. Náttúruverndarmenn hafa bent á að geldfuglum heiðagæsarinnar hafi fjölgað svo mikið við Eyjabakka að svæðið falli undir Ramsarsamninginn. Þarna má koma stífla sem verður 25 metra há og meira en 4 kílómetra löng eða eins og frá miðborg Reykjavíkur og inn fyrir Grensársveg. En það eru til hugmyndir breytingar þarna. Eyjabakkastífla stendur hérna, en það ekki endilega víst að þessi stífla verði hér, eða þá hve há hún verður, að minnstakosti ekki ef hugmyndir náttúruverndarmanna verða teknar til greina að einhverju leyti. Já, sko, það dálítið síðan að við báðum að sá möguleiki í kannar að það væri hægt að geyma þetta, eða hlífa Eyjabökkunum og geyma þetta vatn einhvers staðar annars staðar. Og okkur var bent á það að einu möguleikin væri að hafa lítið inntakslón við Laugafell og síðan göng vestur í háls, þannig að Jökulsá í Fljótsdal rynni þá í þetta hálslón og virkja svo í einu falli niður í Fljótsdal. Þetta kannski ekki eins hagkvæmt og þess vegna þetta ekkert inn í myndinu og ekkert rætt. Við viljum fá þennan möguleika og stilla honum upp hliðin á hinum. Landsvirkjun hefur starfsleyfi fyrir Fljótsdalsvirkjun og í lögum umhverfismat hún undanþegin mati. Umhverfisráðherra sagðist í sumar vilja breyta lögunum en best væri að komast hjá því með því að Landsvirkjun setti sjálf virkjunin í mat. Ég þykist hafa séð það að iðnaðarráðherra hafi lýst svipuðum skoðunum og ég fagna því
Þess vegna finnst mér að Landsvirkjun ætti að taka ákvörðun það að setja virkjunina formlega í mat samkvæmt lögum mat og umhverfisáhrifum. En Landsvirkjunarmenn benda á að í gangi séu rannsóknir á svæðinu sem standist fyllstu kröfur og að niðurstöðu þeirra muni liggja fyrir í október. Þeir sjá einnig vankanta á lögum mat á umhverfisáhrifum. En lögin, þau gera það ráð fyrir löngu ferli eða það geti dregist í alltaf 2 ár að fara í gegnum það ferli sem að því fylgir að fara í þetta lögformlega mat. Og það er ekki víst að við höfum hreint út sagt efna því að bíða ef að á annar borð fyrirsjáanlega markaður fyrir orkun og Fljótsdalsvirkjun eins og menn að gerast vonur í dag. En það er stefnt að því lengt og ljóst að byggja stóriðju á Vestfjörðum. Til þess þurfi stórvirkjanir sem þurfa að vera tilbúnar á ákveðnum tíma. Halldór bendir á að búið sé að eyða 3 milljörðum króna í rannsóknir og undirbúning og framkvæmdir hafi þegar verið hafnar og verksamningar undirritaðar árið 1991 þegar markaðurinn brást. Þess vegna hefur þessi virkjun mikla sérstöðu hvað þessa frammyndu snertir og hvað undirbúningur hennar er langt komin á grundvelli þessara heimilda sem enn í fullu gildi. Í ferð stjórnar Landsvirkjunar virkjunarsvæðin í ágúst sagði Jóhannes Geir Sigurgeirsson stjórnarformaður Landsvirkjunar það koma til greina að efna til lögformlegs mats á umhverfisáhrifum virkjunarinnar en að Landsvirkjun og stjórnvöld yrðu að taka það sameiginlega ákvörðun. Menn hafa aðeins verið að horfa á það hvort það ekki væri hægt að fara þá leið að Landsvirkjun færi sjálf með Fljótsdalsvirkjun í umhverfismat sem að næðist einhver sátt að yrði litið á yrði ígildi umhverfismats. Menn vilja að hér verði virkjað og orkan verði notuð í Austurlandi. En náttúruverndarfólk ítrekkaði að standa hörð á því að Fljótsdalsvirkjun fari í fullkomið umhverfismat, ekki einhvern kattarþvott eins og hefur verið rætt Og þegar við nú skimum yfir að þeim stað þar sem normenn munu hugsanlega reisa verksmiðju á Reyðarfirði, þá er nú fróðlegt að vita hvernig þessum málum er háttað í þeirra landi. Magnús Þór Hafsteinsson talaði við upplýsingafulltrúa rafveitu Vesturnorris i Björgvin, som álíka stort orkufyrirtæki og Landsvirkjun. Det et potensial i Norge i dag for videre utbygging? Hvis vi ser litt historisk på det, denne motstanden som da kom mot utbygging på 70-tallet, førte til at en da begynte å se det gjenværende utbyggingspotensialet i en sammenheng. Og en begynte da å lage planer der en liksom skulle se landet under ett og alle vassdrag under ett. Og en lagde såkalte samla planer. Og en lagde verneplaner. Og grovt kan en da si at en i dag har delt inn det eksisterende utbyggingspotensialet i 3 kategorier. Det er en gruppe vassdrag som en da kan søke om konsesjon for å bygge ut. Underforstått har da det norske Stortinget sagt at det er OK å bygge ut disse vassdragene. Så har en kategori 2. Det kan vi si er vassdrag som står på ventelista, men som vi ikke kan søke om i dag. Og så har vi en 3. kategori vassdrag som er såkalt varig verna. Det vil si at de vassdragene bygger vi ikke ut i det hele, og det er ingen som kan tenke seg å søke om konsesjon for de vassdragene. Umhverfismat tekur 5 til 10 ár frá því að umsókn virkjun er lögð inn. Þeir eru varkárir. Margir fossar eru horfnir. En norðmenn eiga líka friðaða fossa og hér sjáum við einn af þeim, Lotefossen. Vatnsmagnið sem sækja má að virkja í Noregi er 5-falt meira en það sem býst í virkjunum 3 norðan Vatnajökuls, en samt er margfalt meira vatnsmagn þó friðað í Noregi og á ferðum landi vekur furðu hve marga fallega fossa þeir eiga enn eftir. Þetta eru leifarnar af stórfossinum Rjukan og það leiðir hugan á fossunum okkar, lítum á Jökulsá í Fljótsdal neðan við hugsanlega Eyjabakastíflu. Eitt af því sem breytist þegar fljót á borði þetta er virkjað, er röð fossa og flúða sem er fyrir neðan virkjunarstað. Sveimum loks með fossunum neðan við Eyjabakka, með virkjununum ýmist hverfa eða minnka fossar og flúðir, þótt hugsanlegt sé að hleypa vatninu á að hluta eða tímabundið. Einar Benediktsson skáld var áhugamaður virkjanir. Jökulsá á fjöllum tengist virkjana áformunum fyrir norðan Vatnajökul sem við erum að byrja að kynna okkur og við skulum því enda ferðalagið í kvöld við Jökulsárnar eystri en förum fyrst og síðast að Dettifossi í fylgd skáldsins.
líf til ljóðir lifa, leik þess mesta kraft mold og ról. Lát þetta anda djúptin mikla mál, sem megnar klettin helsa fróað vífa. Ég veit ég finn við ónsins undrast lág, má efla mannleg kraftus lát þú hátt, og skjáltast litnin hug og höndast skrifa, og skjáltast litnin hug og höndast skrifa. Snúum við stíflustæðir undir okkur, vegirnir að því, og skoðum nú aðeins landið sem fer undir lónið, hér framundan. 6 kílómetrar af gljúrunum verða á lónbotninum. Þegar innar kemur á einum stað á Vesturbakkanum Stuðlabergshamar mikill og óvenjulegur eins og verkfræðingur hafi verið að leika sér að því að gera þarna réttint Stuðlabergs musteri. Það fer á kaf, verður á botninum. Nú komum við upp að Kringilsá, en lónið mun ná langleiðina upp undir efstu fossana í ánni. Efsti fossin mun þó sleppa. Það er þessi hér, hann heitir Töfrafoss. Snæfell vakir yfir Kringilsárana sem er eitt aðalburðasvæði hreindýra, en hluti þessa svæðis fer á kaf og afgangurinn lokast af vegna lónsins. Og nú koma Kverkfjöll í ljós. En hvað segja heimamenn, til dæmis á Vaðbrekku, þetta með hreindýrin, að þau missi þetta svæði? En það hafa komið þau vor oftar en einu sinni að það sé það mikið snjór í hálsinum að þau að hreindýrin hafi ekki getað borið þar, og þá flytja þessi bara þá bera þau bara út í næstu dölum, Þuríðarstaðadal, Glúmsstaðadal og Hrafnseldal. Og ég fyrir mitt leyti kvíði ekki þessu hálslóni, en á hitt að líta að við bændur hér Hrafnseldal missum töluvert mikið beitiland þarna í hálsinu. Þetta er mjög gott sumarbeitiland fyrir sauðfé en þar sem fé hefur bara fækkað núna undanfarið, þá skiptir þetta miklu minna máli fyrir okkur. Ég geri mig grein fyrir því að það mun verða mikil röskun á hálendinu hér norðaustan Vatnajökuls ef að til þessara framkvæmda kemur, og það er eitt af því menn auðvitað munu horfa á í þessu samhengi. Hins vegar mun það líka þá leið opna tækifæri fyrir þá Íslendinga sem ekki hafa haft möguleika á að skoða þetta svæði landsins fyrr til þess að koma og skoða þessa náttúruperlu sem það verður til staðar. Aðrir segja virkjanina þurfi að gera forsenda fyrir vegagerð, heldur eigi að opna svæðin án þess að sökkva náttúruperlum fyrir vaxandi hópi ferðamanna sem vilji sjá ósnortna náttúru.
Det helt feil. Hvis man reiser til Island, så reiser man for å se uberørt natur og de originale islendingene. Og der tvert imot svært få som reiser for å se industrianlegg. Det kan de se hvor som helst i Europa. Altså når det gjelder en del av disse turiststedene, så går det gjerne en vei forbi fra før, og så svinger de inn bare for å gremmes, for å si det rett ut. Altså. For det ikke noe imponerende lenger for det moderne mennesket med ødeleggelse av natur. Det var for 100 år siden, det var imponerende. De hadde temmet en elv, og så var de stolte av det. Vi ikke det nå lenger, hverken vi eller turisten eller noen. Þessi mynd var tekið snemma í maí þegar brotist var á bílum inn í Hafrahvammagljúfur, en það einstæmi. Á þessum ysta kafla eru gljúfrin óhemju fögur. Ef virkja verður við Kárahnjúka, hverfur jökulfljóti og farvegi sínum. Þá verður gljúfrin þurr og hægt að ganga þurrum fótum eftir þeim og skoða þessa mikla náttúrusmíð sem ekki hægt að skoða en einu viti í dag. Það verður hins vegar hægt að fara austan að ánni þar sem stíflan mun ekki sjást. Því hún mun hverfa á bakvið syðri eða fremri Kárahnjúk. Hins vegar verður þetta ekki nóg fyrir suma sem segja að helmingurinn af upplifuninni við að standa hér á brúninni sé að horfa á og heyra niðinn í Jökulsárbrú sem byltist hér í gegnum gljúfrin. En hvað segir þá fólk sem á ferli þarna það að áin verði tekin úr gljúfrunum og hægt að gangin í gljúfrin þurrum fótum? Ég líst bara ekki á að fyrir það ekki eftir að búin að sjá það. Nei, líst ekki það? Nei, enga veginn. En það partur af upplifun að sjá hann og heyra í henni? Já, sjálfsögðu. Það snarlegur alveg með rættar. Við lítum þannig á að okkur beri að fara eftir leikreglum í samfélaginu. Jafnvel þó að þær séu andstæðar okkur. Ef að svo fer að umhverfismat sem að framkvæmt samkvæmt þeim lögum sem gilda í dag segir að það sé hægt að virkja til dæmis Kárahnjúkavirkjun, þá mun ég minnst að kosti sætta mig við það. Bíðum nú við, Geirmundur í útvarpinu á ferð okkar Finnmörk á leið til Alta? Nei, norskur Geirmundur. Það svo margt líkt hér og heima. Kvótalitlir bátar, laxeldi, landslagið, kofar saman að vísu öðruvísi, snild hvernig samarnir nota trjágreinar inn í kofunum. Sving, den har du sikkert hørt før, Tor Endresen var det. Alta, höfuðstaður Finnmerkur, á stærð við Akureyri. Nöfnin sem við sjáum hérna svipuð, Ellingsen, Matthísen, meira segja Matthísen og Matthísen á einu stað, kannski feðgarnir Matthías, Árni og Þórkis Óttar. En förum nú upp Alta ána í átt að hinni frægu virkjun sem gerði allt vitlaust og skoðum fyrst áhrifin á veiðina í ánni sem fræg fyrir stórlassa og hér verið að landa einum 20 ensk pund á þyngd þessi. Vi har tydelig registrert at fangsten gått tilbake etter at elva ble utbygget. Vi snakker faktisk om en tilbakegang i visse deler av elva på 80%. Vi har håp om at det enda skal gå an å gjenopprette skadene i elva, men det høyst usikkert. Þegar að litið yfir Altastífluna, þá sjáum við að það margt ólíkt með þessari stíflu og til dæmis stíflunum við Kárahnjúka sem helst sambærileg við hana heima. Þessi stífla í fyrsta lagi miklu minni og vatnið margfalt minna. Áhrifin af þessari stíflu voru fyrst og fremst á fiskigengd í ánni, en þó fyrst og fremst á mannlífið hér í kring. Á líf samanna, því að hreindýrin fluttu sig þegar stíflan kom hér. Först har de ju byggt väg dit. Och så vägen efter vägen kommer trafik med folk. Som går på fjäll og det har ødelagt den gamle kultur. Det har det lite. Ja. De har inrymmet de som har byggt ut att det var fel. Man har jo også ved Gro Harlem Brundtland innrømmet at Alta-kraftverkene, som var jo den kjempestore krangelen, det var en bom og skulle ikke vært bygget. Finnmark kommune, eller kommunen der og fylket holdt jo faktisk på konkurs etterpå, fordi at de fikk ikke solgt kraften. Så man kan trygt si at man har gjort en god del feilgrep, ja. Ja, så det hävdes ju för och efterpåklokskap, det kan man ju vara väldigt flink i, men
det som jeg tror det var riktig å bygge ut krafta. Hvis vi ser på lang sikt, så det en ressurs som veldig viktig for Finnmark og for Alta. Og fylkestinget da, de sa jo ja, kommunestyret sa, flertallet sa nei. Það voru nú skiptar skoðanir á sínum tíma og eru ennþá. Sumir segja að þetta hefði aldrei átt að gera og hefði ekki verið nauðsynlegt og aðrir segja það að stóðu náttúrulega hart á sínum tíma og gera það ennþá að þetta hafi verið og að þjóðin hafi þurft rafmagnið. Hér á þessum enda þessa lands, svona langt fyrir norðan Ísland og margt líkt og heima, fólkið að flytja hér? Flytur unga fólki hér eins og maður heyrir að sé víðast í landsbyggð á Norðurlöndum og víðar? Já, fólk flytur hérna frá Finnmörkum mikið og það fer fækkandi hérna og frá öllum landshlutunum Norður-Noregi og sérstaklega mikið af menntuðu fólki sem flytur. Til dæmis hérna í Alta háskóli og þegar fólk búið að læra hér þá flytur það yfirleitt allt suðurettir. Vad om turismen? Har den innflytelse på negativ eller positiv innflytelse på turismen? Den har hatt meget positiv innflytelse på turismen. Du har jo det her safarien fra Masi og Taltelva som meget positiv, og vi har et visningsrom der oppe, og i det hele tatt mange interessert i å komme og se på krafttilbygging. En aðrir benda á að það sé ekki skemmtilegt fyrir ímynd svæðisins að ferðamenn vilji koma til að sjá staðinn sem hlaut heimsfrægðað endimum þegar talsmenn þjóðernis minnihluta og náttúruverndarfólks víða heim tóku höndum saman í tímamóta aðgerð, einmitt hér. Og de to krefter forente seg, slik at det ble ganske stor kraft. På den ene sida miljøbevegelsen mot den alt oppslukende energi og energiforbruk, og på den andre sida urbefolkningens krav om å få beholde sine landområder og ikke bli utsatt enda en gang for bit-for-bit-politikk. Og sammen dannet de to hovedstrømninger som jo delvis var globale, meget sterk motstand. Og det er det som gjorde at motkreftene var så sterke at det var med politimakt man måtte sette i gang for å bygge demningen her. Altastíflan rúmlega 100 metra há, rétt hálfdrættingur á við Kárahnjúkastífluna hvað hæðsnertir og margfalt mjórri. Stíflan og lónið sjást á korti og hér sjáum við Sýsistífluna skammt frá Harðangursheiðum. Hún þykir mjög stór og þykir sitja mikinn svip á umhverfi sitt í Noregi, en þó hún þrefalt lægri en Kárahnjúkastíflan verður og lónið fyrir innan brot af hálslóni. Þetta bendir til þess að á Íslandi séu möguleikar á mun stærri stíflum og lónum en þekkjast í Noregi. Manni finnst á ferðum vestur á Norður-Noreg að Íslendingar og Normenn séu enn sama þjóðin. Allt þykir okkur mest og best. Báða þjóðurnar þyrstir í að komast í heimsmetabók Guinness. Sjáu þið þetta hásumar, stærsti jólasveinn í heimi, 9,4 metrar á hæð. En hvað íslenskt? Og sameiginleg áhugamál mýmörg. Til dæmis í miðbæ Alta, nafnið á einum vinsælasta veitingastænum þar, Smugan, hvað annað? En við skulum enda þetta ferðalag í kvöld á erindi úr ljóðinu Dettifossi eftir Einar Bendisson með myndum úr báðum löndunum, Noregi og Íslandi.
landið eins og losti frumudóm.